Nú ætlum við aðeins að skoða margliðu deilingu og við ætlum að skoða hefðbundna deilingu, það er til fleiri en ein. Við ætlum að gefa okkur jöfnu hérna. Jafnan sem við ætlum að skoða er x í þriðja pluss 4x í öðru pluss x mínus 6 er jafnt og 0. Þetta er bara jafna. Þegar við erum með margliðu deilingu þá erum við annarkvort að leysa jöfnur, þátta eða þá við erum með einhverja litla margliðu, fyrsta stigs margliðu sem við erum að deila upp í eitthvað eins og þetta. En við ætlum að leysa þessa jöfnu. Þá þurfum við í raun að þáttana, því að við þurfum að finna lausnir á x. Og það sem við byrjum á að skoða er talan hérna aftast. Hún er 6 og ég byrja á að skoða hvernig get ég búið til 6 í margföldun. Það er með því að sé einu sinni 6 og þá hlýtur pluss mínus 1 að koma til greina en líka pluss mínus 6. Svo get ég líka gert 2 og 3, pluss mínus 2 og pluss mínus 3. Þetta eru tölurna sem koma til greina hérna aftast í einhverjum af sögunum. Við erum með einhverja útfærslu af þessu og þá þurfum við bara að prófa hvaða tala virkar. Ég ætla að byrja á að prófa mínus 1. Þá fæ ég mínus 1 út úr þessu. Mínus 1 í þriðja er mínus 1. 4 sinnum mínus 1 í öðru. Mínus 1 í öðru er bara 1. 4 sinnum 1 er 1. Þetta er 4 seg. Plus mínus 1, það verður mínus 1, mínus 6. Út úr þessu fæ ég mínus 1 plus 4 mínus 6. Ég fæ ekki 0 út úr þessu. Þannig að þetta virkar ekki. Prófum þá 1. Þá fæ ég 1 plus 4 plus 1 mínus 6. Það kemur 1 í þriðja er bara 1. 1 í öðru er bara 1. Sinnum 4 er 4. Og þetta er jáft á 0. Þannig að 1 er lausn hjá mér. Þá veit ég að ein margliðan í þessari þáttun er x mínus 1. Af því að fyrst að x jáft og 1 er lausn, að þá hlýtur 1 svíin að vera svona, því þá á ég að fá 0 út úr þessum sviga. Við notum alltaf öfug formerki, sjáðu. Ég fæ pluss 1 út, þá set ég x mínus 1 inn. Og þá er ég komin með í deilinguna mína x mínus 1. Og ég seti þetta bara upp eins og skíðabrekku í gamla daga. X í þriðja pluss 4x í öðru pluss x mínus 6. Og nú ætla ég að deila þessu. Það fyrsta sem ég geri er að skoða með hverju þarf ég að margfalda x þannig að það verði x í þriðja. Það er x í öðru. Og þá fæ ég x í þriðja út. En þessi mínus 1, ég verð að margfalda hann við þetta hér. Þannig að þá fæ ég mínus 1 sinnum x í öðru er mínus x í öðru. En þegar ég dreg frá hérna þá verð ég að breyta þessu í mínus til þess að þetta núlist út og þá breytist þetta í pluss líka. Þá fæ ég hérna 5x í öðru. Það breytast formerkin. X sinnum hvað er 5x í öðru? Það er pluss 5x. Það gefa mér 5x í öðru. Mínus 1 sinnum 5x eru mínus 5x. Breyta formerkjum. Þá dettur þetta út. Og þá er ég með pluss x. Og pluss 5x eru 6x. Þá fæ ég hérna pluss 6 af því að 5x sinnum x. 5x segi ég sinnum 6. En nú er ég að byrja. X sinnum 6 eru 6x. Mínus 1 sinnum mínus 6 er pluss 6. Mínus 6 segir svo breytast formerkin og engin afgangur. Þetta segir mér að x mínus 1 x í öðru pluss 5x pluss 6. Nú er ég búin að þátta þetta í 2 sviga. Og núna er ég komin með sviga sem er tiltölulega auðvelt að halda áfram að þátta
x plus 2, x plus 3. Nú er ég búinn að þátt þetta. Ég er ekki búinn að leysa þetta alveg. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég geri það. Það eru 3 lausnir hérna. X minus 1 er jafnt á 0. Það þýðir x er jafnt á 1. Við vorum búin að prófa þá lausn og finna að hún virkaði. X plus 2 er jafnt á 0. X er jafnt á minus 2. Það er líka lausn og x plus 3 er jafnt á 0. X er jafnt á minus 3. Þetta er sem sagt x1, x2 og þá x3. 3 lausnir og þið sjáu hvernig við notuðum margliðu deilinguna, þessa hefðbundnu, til þess að finna þessa 3 sviga. Ef fyrst er ekki gefin, þá þarf ég að nota frumþáttunin á öftustu töluninni til þess að finna deilana, til þess að finna hvaða tölu ég byrja með. Þá er þessu lokið.